Ísak, það er erfiður leikur, það er erfitt að koma í síkið. Eitthvað öðruvísi sem þið bjuggust við eða? Nei, ekki ég allavega sko. Við mættum náttúrulega ótrúlega flatir og ég tek svona ábyrgðina af því að einhverju leyti. Leikplanið var bara ekki alveg rétt sett upp með við mannskapinn sem þeir voru með. Við fáum náttúrulega bara að vita réttu fyrir leika, Arnar sé ekki með en bara fyrir utan þennan fyrsta leikluta þá spilum við fínan bolta. Við hefum aðlagað okkur breyttum aðstæðum og eins og staðan núna, þannig að þú veist, ég get ekki verið ósáttur við næstu 3 leikluta. Það hefur bara tapað boltar og hraðaflugsstig sem við fáum á okkur í fyrsta leikluta sem bara drepa hennar leik. Komast niður í 8 stig og svo svona balans á þessu í smá stund en svo að síðustu 5 mínútum þá þetta kannski bara komið. Já, þú veist, við komum svona í 8 stig og ég var bara eiginlega sáttur með það sko. Það framlag leikmanna. Við mistum út 2 og ég veit að það vantar í Tindastól-liðið líka og það er engar afsakanir en við vorum bara svolítið þreyttir undir lokin. Allir að spila á sínu en þið eru vantarlega að leita að þá nýjum leikmanni, Bandaríkjamanni. Já. Er einhverjar fréttir af því í sömu sér? Nei, svo sem ekki. Það kemur bara í ljós vonandi á næstu dögum sko. Ánægður með hvernig tímabilið byrjar svona öðru leyti. Menn virðast vera tilbúnir í þetta bara alveg frá fyrsta leik. Já, ég er bara ánægður með hópinn minn og ég hef sagt það áður skilur og svo maður taki nú eitthvað jákvætt út úr þessu tapi þá ef einhver ungi strákar stígu upp og sum er að skora og djöflast og á erfiðasta útivelli landsins með frábæra stuðningsmenn og þetta fer náttúrulega þvílíkt í bankann þannig að við þurfum að taka eitthvað gott út úr. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta Ísak. Takk.